Komið sæl og velkomin heim í stofu. Ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 19. mars er 4. sunnudagur í föstu. Þema dagsins er brauð lífsins. Í lexíunni gefur Guð Ísraelsmönnum manna í eyðimörkinni. Í pistlunum skrifar Páll að Guð sé þess megnugur að gefa okkur ríkulegar gjafir. Og í Guðspjallinu segir Jesús, ég er brauð lífsins. Textarnir eru hæfilega langir til lestrar, en við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Lexían er úr 2. Mósebók, 16. kafla. Drottinn ávarpaði Móse og sagði, ég hef heyrt mögl Ísraelsmanna, talaðu til þeirra og segðu, Ísraelsmenn, áður en dimmt er orðið munu þið fá kjöt til matar og á morgun seðjist þið af brauði. Þá munu þið skilja að ég er Drottinn Guð ykkar. Kvöldið komu lynghænsn og þöktu búðirnar, en morgunin eftir hafði dögg fallið umhverfis búðirnar. Þegar döggin þornaði lá eitthvað fín kornótt yfir eyðimörkinni, líkt og héla. Þegar Ísraelsmenn sáu það spurðu þeir hver annan, hvað er þetta? Því þeir vissi ekki hvað þetta var. Þá sagði Móse við þá, þetta er brauð sem Drottinn hefur gefið ykkur til matar. Fyrirmælin sem Drottinn hefur gefið eru þessi. Safnið því sem hver þarf til matar, einum gómir á mann og skal hver sig safna í samræmi við þann fjölda sem býr í tjaldi hans. Þetta gerðu Ísraelsmenn og söfnuðu sumir miklu en aðrir litlu. Þegar þeir mældu það í gómermáli gekk ekkert af hjá þeim sem miklu safnaði en þann sem litlu safnaði skorti ekkert. Sérhver hafði safnað því sem hann þurfti til matar. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Já, Ísraelsmenn voru fljótir að gleyma þrældómnum í Egyptalandi. Nú söknuðu þeir kjötkattlana, mögluðu og Guð sendi þeim lynghænsni en brauðið sem þeir kölluðu manna var aðal fæða þeirra í eyðimörkinni. Á hverjum morgni virtist þetta brauð birtast með dögginni. Í orðaskýringum Biblíunnar segir að manni eða himnabrauð myndist á blöðum runna á Sínaískaga, af skordýrum sem gefa frá sér droplaga kvoðu. Kvoðan er sæt á bragðið en bráðnar í hita dagsins. Í 31. versi í sama kafla segir að manni sé hvítur eins og kóríanderfræ og hafi hunungsbragð, en manna mátti bæði baka eða sjóða. Fólkinu var sagt að safna saman einum gómer á mann, en gómer er það bil 3 lítrar. En himnabrauðið lá ekki á blöðum runna, heldur yfir eyðimörkinni. Hvort sem menn söfnuðu miklu eða litlu, þá skorti engan neitt. Og aðeins daginn fyrir hvíldadaginn mátti safna fyrir 2 daga. Í eyðimörk er allt snautt og kraftaverk að slíkur fjöldi gæti lifað þar í áratugi. En Drottinn Guð sá þeim daglega fyrir líkamlegri sem og andlegri fæðu. Í pistlinum skrifar Páll í 2. Korinthubréfi. Guð er þess megnugur að veita ykkur ríkulegar allar gjafir til þess að þið í öllu og ávallt hafið allt sem þið þarfnist og geti sjálf veitt ríkulega til allra góðra verka. Eins og ritað er, hann miðlaði mildilega, gaf hinum snauðu, réttlæti hans varir að eilífu. Guð gefur sáðmanninum sæði og brauð til fæðu og mun og gefa ykkur sáð og margfalda það og auka ávöxt réttlætis ykkar. Þannig hljóðaði það. Í lok þessa bréfs til Korintumanna hvetur Páll söfnuðinn
til að safna fé fyrir hina fátæku í Jerúsalem, svo að pistilinn má skilja á fleiri en einn veg. Textinn gæti verið hvatning til söfnunarinnar, en einnig gagnvart almennu líferni. Í versinu á undan pistlinu segir Páll að Guð elski glaðan gjafara og í framhaldinu segir hann að við höfum loforð frá Guði að ekki aðeins muni Guð sjá okkur fyrir því sem við þurfum, heldur mun hann einnig sjá til þess að við getum verið örlát við aðra. Eða eins og textinn segir að við getum veitt ríkulega til góðra verka. Og sem samlíkingu vitnar Páll í Sálm 112 að miðla mildilega gefa hinum snauðu því að það sem Guð gefur okkur margfaldast eins og þegar sæði sáð í jörð. Eins má hugsa sér líka að sáðmaðurinn sái góðum verkum sem blessar ríkulega þá sem þiggja. Textinn segir að góð verk auki ávöxt réttlætis okkar, þar að segja þannig söfnum við fjársjóði á himnum, vegna þess að það eykur gleði Guðs. Hann elskar glaðan gjafara og í gegnum okkur svarar Guð bænum annara. Sæði sáðmannsins gæti táknað blessanir, sem þurfi ekki endilega vera peningar, þær geta verið í formi hjálpsemi eða umhyggju. En bara svo það fylgir með, þá opna góð verk ekki himins hlið fyrir okkur. Það geta allir gert góð verk og góðu verkin eru alveg jafn fallega hugsuð og vel þegin fyrir þann sem nýtur þeirra, hvort sem sá sem gerir góðverkið er kristinn, búddisti, hindúi eða trúlaus. Þess vegna eru góðverkin ekki mælikvarði fyrir Guð. Mælikvarðin er að við frelsumst aðeins fyrir trú á hann. En nú skulum við heyra heilagt guðspjall sem er úr Jóhannesar guðspjalli. Sannlega, sannlega segi ykkur, sá sem trúir hefur eilíft líf. Ég er brauð lífsins, feður ykkar átu manna í eyðimörkinni, en þeir dóu. Þetta er brauðið sem stígur niður af himni, sá sem etur af því deyr ekki. Ég er hið lifandi brauð sem steig niður af himni. Hver sem etur af þessu brauði mun lifa að eilífu. Og brauðið er líkami minn sem ég gef heiminum til lífs. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall. Já, þema í dag er brauð lífsins. Jesús hafði verið á tali við nokkra gyðinga og það var kurr á meðal þeirra hann sagði að hann væri brauðið sem steig niður af himni. Og hann sagði, sá sem trúir hefur eilíft líf. Þessi yfirlýsing er eina af mörgum sem segja okkur að við frelsumst ekki fyrir að halda lögmálið, halda boðorðin, sækja kirkju eða fyrir góð verk, heldur aðeins fyrir trúna í hjartanu. En hvernig á fólk sem er uppalið við það þurfa að vinna fyrir öllu, vinna sér inn álit eða traust, vinna fyrir fæði og klæðum, hvernig á það að trúa því að því verði gefið eilíft líf án þess að þurfa að vinna fyrir því? Vissulega er það vinna innan gæsalappa að fylgja Kristi. Við verðum að hafa fyrir því að lesa, hlusta og íhuga orð Guðs og læra að þekkja boðskapinn, hvort sem við gerum það heima eða í kirkjunni. En við verðum ekki verðlaunuð fyrir þá vinnu, heldur fyrir trúna. Þegar Jesús segir að hann sé brauð lífsins er það táknmynd fyrir boðskapinn, hina andlegu fæðu. Ef við meðtökum boðskapinn höfum við meðtekið hann, brauðið sem gefur eilíft líf. Jesús myndi gyðingana á að forfeður þeirra sem fengu brauð að himni ofan hefðu dáið, því að brauðið sem féll af himni var tímabundin saðning. Menn vöknuðu hungraðir næsta dag,
En Jesús hið lifandi brauð sem gefur eilíft líf. Hann sagði, ég brauð lífsins, þann mun ekki hungra sem til mín kemur og þann mun aldrei þyrsta sem á mig trúir. Já, þessi yfirlýsing lýsir gnægð, okkur mun ekkert skorta. En það svo skrítið að þegar við viljum lýsa skorti, þá segjum við að eitthvað sé upp á vatn og brauð. Eins og við vitum þá talaði Jesús í dæmisögum og tákmyndum. Við vitum öll að vatn lífsnauðsynlegt og við munum orð Jesú, eigi lifir maðurinn á einu saman brauði, heldur af hverju því orði sem framgengur af Guðs munni. Jesús lífsins brauð, hinn andlega fæða og lækur lifandi vatns. Gyðingar halda upp á 2 hátíðir þar sem að vatn og brauð koma við sögu. Fyrri hátíðin laufskálahátíðin en hún stóð í 7 daga. Alla dagana var hefð fyrir því að sækja vatn í laug í Sílóan sem var síðan hellt niður í musterinu. 7. daginn var vatn sótt 7 sinnum. Og í Jóhannesarguðspjalli segir að síðasta dag þessarar hátíðar stóð Jesús þar og kallaði, ef nokkur þyrstir þá komi hann til mín og drekki. Frá hjarta þess sem trúir á mig munur renna lækir lifandi vatns. Og merkingin fyrir lækir lifandi vatns rennandi, fest vatn, uppspretta, en ekki staðið vatn úr laug. Og ég nefndi það síðasta sunnudaga þegar Davíð sigraði Golíat, þá gerði hann það með steini sem hafði verið í ánni, þar að segja í fersku rennandi vatni. Enda sigraði hann Golíat með Guðs hjálp. Síðari hátíðin hátíð hinna ósýrðu brauða. Hún stendur einnig í 7 daga og það vikan fyrir páska. Þá minnast gyðingar brottfararinnar frá Egyptalandi. En kristnir menn neita ósýrs brauðs sem líkama Krists í formi oblátu í heilari kvöldmáltíð. Þá oblátan tákgræn sem líkami Krists eða brauð lífsins. Já, þemað í dag brauð lífsins. Guð sá Ísraelsmönnum fyrir lífsviðurværi í eyðimörkinni. Á hverjum degi fékk fólk fyrir kraftaverk, líkamlega næringu og vatn í annars snauðu umhverfi. Á sama hátt þurfum við bæði líkamlega sem og hina andlegu fæðu, orð Guðs á hverjum degi. Páll skrifaði í pistlinum að Guð sé þess megnugur að gefa okkur ríkulegar gjafir og Guð gaf okkur sinn einkason Jesús, sem lýsti sjálfum sér með mörgum tákmyndum. Hann góði hirðirinn, hann ljós heimsins, brauð lífsins og lækur lifandi vatns. Þetta eru tákmyndir sem lýsa umönnun og umhyggju. Hirðirinn ver hjörðina, lýsir hjörðinni svo hún gangi ekki í myrkri, gefur henni brauð eilífs lífs og læk lifandi vatns að drekka. Trúin á hann seður sálina svo hún mun aldrei að eilífu deyja, því að hann vegurinn, sannleikurinn og lífið. Drottinn blessi þig og varveiti þig, Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú nafni. Amen.